Já, það bara, þetta svolítið löng saga, sko. Ég búinn að vera í þessu sorglegt þegar maður farin að telja allt í áratugum, sko, þá fattar maður hvað maður gamall. En þú veist, maður getur talið þetta aftur tilbaka svona 20 ár. Maður byrjaði svona 20, þú veist, að rembast eitthvað við að flytja inn einhverja plötusnúða og eitthvað. Og svo það bara svona, maður kemst alltaf svona einu leveli hærra, sko. Umboðsmennirnir treysta manni alltaf svona aðeins betur og betur og betur. Og þú veist, það var Sugar Babes. Það var eitt skref upp á við frá DJ-um. Og ég meina, svo þetta, þú veist, eitthvað Lou Reed og Patti Smith og Deep Purple og eitthvað svona. Og þetta tækifæri bara allt í henni opnaðist og ég held að fyrsta símtalið sem maður átti til útlanda út af þessu var í september í fyrra. Okay. Það var fyrsta símtalið og það var hringt í okkur sem hálf ótrúlegt, sko. Ég hef ekki getað giskað á það fyrir nokkrum árum að það hringt í okkur og við spurðir að því hvort að við hefum áhuga á Justin Timberlake. Við erum búin að hafa augast á þessu húsi í nokkur ár. Það eru svona ekkert margir sem vita af því. En við höfum náttúrulega alltaf verið að stefna á það að taka stærri og stærri sjó og þá ekkert úr mörgum húsum að velja á Íslandi. En okkur alltaf litist rosalega vel á þetta hús. Stærðin gríðarleg, það nóg pláss út allt. Það hægt að búa til system þar sem að gestunum á að líða vel og flæðið og öllum gott og svona. Og margir inngangar og þetta hentar vel rafmagn, það alvöru loftkæling og loftkæling í gólfum og allt mjög svona gott fyrir þetta. Þannig að við erum eiginlega búin að vera bara heillengi að vinna í því að landa atriði sem nógu stórt til að geta selt svona marga miða á þessu litla landi. Það að selja, þú veist, húsið getur tekið 18-19 árs manns og það að selja 16.000 miða á Íslandi, þú veist, náttúrulega hægara sagt en gert. Það 5% af bara fólksfjöldanum, sko. Þannig að það mjög sérstakt. En þegar þetta dettur inn að það sé möguleika Justin Timberlake, þá bara loksins komið giggið sem gott fyrir þetta hús og þetta small bara allt saman. Og Kópavogsbær búinn að vera alveg ótrúlega öflugur samstarfsaðili og sýna þessu gríðarlega velvilja á fyrsta degi og þetta hefði ekki verið hægt án þeirra og bara HK. Þetta síðustu tónleikarnir hans í Evrópu, örugglega bara í mjög langan tíma. Svo tekur hann þessi mánaðar hlé, fer til Ástralíu, tekur túr þar allt landi og svo tilbaka til Bandaríkjanna og spilar þar inn í desember og svo búið. Þannig að við rétt náðum að skvísa inn í blálokinu á Evróputúrnum litla Íslandi. Það náttúrulega fyrsta mál sem þegar menn eru búin að tala saman svolítið peningahlutana, sem menn séu sennilega ná saman þar, að þá færist þetta eiginlega yfir á tæknimennina og production fólkið. Því að þá þarf að athuga hvort það sé hægt að halda þessa tónleika á Íslandi. Og það kom maður í desember að skoða húsið. Við vorum bara að reyna að halda þessu leyndu og laumónum inn og láta þetta ekki frétta, sko. Og hann tekur út allt húsið, labbar og skoðar allt og svo bara sendar á teikningar og það eru símafundir og það bara farið yfir allan tækjabúnað í landinu, hvað til og þeir skoða hvað þarf að flytja til landsins. Þeir gera kompromiss og sætta sig við það sem til landinu upp á ákveðnu marki. Eitthvað bara ekki hægt að skaffa og þá þurfa að flytja til landsins og það eru mörg tonn og þá hvað kostar það og það eru svaka útreikningar og þessi ferill var bara, þú veist, frá desember inn í janúar. Á þessu uppljóstrarneinu þá held ég að hann muni byrja tónleikana á mjög flottan hátt. Ég held þetta verði bara flottustu tónleika sem hafa verið haldnir á Íslandi. Ég held við höfum bara ekki fengið svona stóra stjörnu á hátindi ferilsins og hann þekktur fyrir að vera frábær dansari, vanda alltaf til verksins, þekktur fyrir að gera rosalega góða tónleika. Bandið stórt og rosalega gott, það eru dansarar og hann bara þekktur fyrir það að gera magnaða tónleika. Og ég held bara ég held ekki að tapa mér í lýsingarorðunum en ég held þetta sé alveg bara eitthvað sem menn hafa ekki séð áður á þessu landi.